Já, komið sæl og blessuð og velkomin í 21. frétta og umræðu þáttin okkar hér á Hringbraut á þriðjudagskvöldi. Það margt í þættinum að vanda ritstjórnir á sínum stað enda þriðjudagur Gísli Freyr Valþórsson og Ingimar Karl Helgason, ritstjórar á mjög ólíkum blöðum, Öryrkjablaðinu og Þjóðmálum. Þeir munu sitja hjá mér og ekki sammála. Nei, eru bara alls ekki sammála. En það líka munurinn á því að lesa af tölvuskjá, spjaldtölvu eins og þessari, og af blaði. Það mikill munur á þessu. Það er búið að skoða þetta og rannsaka. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur sem hefur mikið unnið líka í menntavísindageiranum. Hann sest hjá mér og segir mér frá þeim niðurstöðum sem nú þegar vitað og hann segir til dæmis að við erum mikið upptekin af nýsköpun en við skoðum ekki nógu vel afleiðingar nýsköpunar. Til dæmis á lesskilning. Þannig að þið missið ekki að því. Og í lok þáttarins kemur Þorvaldur Henningsson til mín, netöryggissérfræðingur hjá Deloitte. Hann ætlar að fjalla það sem aflega fer í tölvunum okkar og hvernig við getum varið okkur gegn netglæpamönnum. Hann segir að ef þriðja heimsstyrjöldin fer fram, við skulum vona ekki, þá fara hann fram í netheimum. Takk fyrir. Það var einmitt alþjóðlegi persónuverndardagurinn í gær. Alma Tryggvadóttir sérfræðingur kom til okkar þá og talaði þessi máli við höldum áfram í kvöld. En fyrst þetta, það eru ritstjórarnir Gísli Freyr Valþórsson og Ingimar Karl Helgason. Já, Linda, það komið að ritstjórnum sem rifa nú munninn og rýna í helstu fréttamál líðandi stundur og þar af nægu að taka. Hjá mér á þessu sinni Ingimar Karl Helgason, ritstjóri hjá Öryrkjabandalaginu og Gísli Freyr Valþórsson, ritstjóri Þjóðmála. Velkomnir báðir tveir. Við ætlum að ræða svolítið galið ástand á Alþingi, líðan ríkisstjórnarinnar undir forystu Katrínar Jakobsdóttur, sem segja að sú stjórn geti setið í 2 kjörtímabili viðbót ef hún vill. Við ætlum að ræða líka persónunjósnir sem vaða uppi sem aldrei fyrr á Íslandi og allan heim og lýðræði sem í mikilli vörn á tímum falsfrétta. Og svo getur vel verið að við tölum konubrjóst, forboðin brjóst í lok þessa spjalls okkar. En velkomnir, eins og ég gat áðan. Eigum að byrja aðeins á þessu ástand á þingi. Bergþór Ólason tekur af skari í dag og tekur á ný við formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd í svona vanþökk margra. Gísli, þetta ástand, Klaustursmálið hefur litað þingstörfin. Það sem af ári, Lilja Alfreðsdóttir gengur á burt þegar hún sér að Gunnar Bragi kominn í salinn. Ástandið á löggjafarsamkomunni hefur oft verið skrítið, en það slæmt núna. Já, það slæmt, það allan skrítið og verður kannski eitthvað áfram. En þeir eru mættir aftur og í sína vinnu og þeir náttúrulega munu síðan bara þurfa að taka afleiðingu sína að gjörða gagnvart kjósendum. Bjóstu við öðru að þeir, ég var klár á því að þeir myndu mæta aftur? Já, nei, ég bjóst ekki við öðru. Það svo líka bara spurningum að velta fyrir sig, hver getur gert kröfu afsögn þeirra? Á þess að fara að verja gjörðir þeirra á barnum og þetta samtal á barnum, þeir gera þannig ekki einu svona sjálfur, En hver getur síðan krafist afsagnar þeirra, hver á að ganga fram þar, það eitthvað sem má bara velta fyrir sér. Sama þá með Ágúst Ólafurinn, allar að Þeir eiga þetta við samvisku sína. Já, rauninni og kjósendur. Já, kjósendur. Ingimar, en hversu laskaðir þeir? Þeir eru handónýtir, allir saman. Og maður sér það nú ósammála Gísla með það að þeir hafi svona iðrast einhvern veginn svona gjörða eða afsaka sig. En mér finnst þetta raun og veru eins og rétt, hver á að krefast þess að segja af sér. Ekki get ég ráðið gjörðu þeirra. Ef ég mætti ráðið einu fullkomna heimi, þá myndi þessi menn bara draga sig í hlé og bíða til næstu kosningun. Af því að þeir hafa einhvern veginn málins út í horn og halda áfram. Nú var Gunnar Bragi í blackout í 1,5 sólarhring hérna bara á þessari stöð. Og við vitum að hann ekki að segja satt af því að hann hefur sagt annað áður og Sigmundur bendir í allar áttir og núna síðast í gær Ólafur Ísleifsson einhvern veginn að reyna að draga upp einhverja mynd af sinni fyrrverandi formanni Ingu Sæland sem einhverjum vælikjóa og ég hef bara varla að vita sterkari og öflugri baráttumann fyrir fátækt fólk og þá sem að eiga frekar undir högg að sækja í samfélaginu heldur en Ingu Sæland og þegar þessir menn til dæmis Ólafur og Karl Gauti að tala að stofna eigin flokk og einhvað þá ættu þið kannski aðeins að íhuga það hvert þeirra bakland og hver það var sem að dróð þá inn á þing. Það var Inga Sæland og Bergþóra nefndin
sko það sem að mér finnst verst í þessu máli hvað hérna þessir aumingjansmenn, sem ég ætla að nota þetta orð, þessir aumingjansmenn að taka athyglina frá öllum og öðrum og miklu mikilvægari málum. Núna þetta löggjafarsamkundan, þar sem að sko kannski efsta þrepið í þjóðmálaumræðunni og mikilvægur vettvangur. Öll athyglin að fara í þessa steypu í staðinn fyrir að við erum að tala Bergþór en ekki veggjöldin. Við erum að tala Bergþór en ekki samgönguáætlun. En ef maður grípa inn í, hver ákveður það sko? Hver ákveður að umræðan sé á þeim en ekki málefnunum sko? Nú var því þú talar gali ástand sko, ástand ekki galnari það en að nefndin afgreiddi veggjaldamálið í dag. Og það rétt, það ekki miklu umfjöllun sko, en hérna, og það brjálast yfir því, en það samt sko hver ákveður hver athyglin sko, það ekki fjölmiðlarnir sjálfir? Jú, en þetta náttúrulega vissulega stór frétt að svona leki út af klaustur bara að ráðamenn þjóðarinnar, þjóðkjörnir menn skulu haga sig með þessum hætti, en sko ástandið á til dæmis bara nefnd Bergþórs Ólasonar, miðflokksmanns, við kannski fáum upp þær aðstæður að það þarf að kalla til bæjarstjórann í Vestmannaeyjum, Írisi Róbertsdóttur, þá ágætu konu sem illa var að tala á Klausturbarnum. Erum við ekki búin að koma okkur í vonlausa aðstöðu hvað varðar svona uppákomur? Jú, en og aftur sko, nú lítur þetta allt út eins og maður sé að verja gjörðir sko, en ég ekki að því að maður heldur upp öllum málum þessi mál sko. Til dæmis ef Íris kemur á fund, þá heldur nú bara Bergþór sé nú bara það skynsami maður að hann myndi nú víkja þeim fundi. Sem hann á að gera. En eru mörg svona dæmi önnur sko, það er ekki eins og sé 10, 20, 30 manns í sömu spórum á Íris kannski sko. Ekki nema helmingur þjóðarinnar því að sko svo viðbjóðslega kvenfyrirlitning og föllunarfordómar sem komið fram í þessu eru þannig að þú getur sko það er munur á nafngreindu fólki og almennri umræðu. Það er sem ég er að segja sko. En sko finnst okkur þetta í lagi, Gísli? Sko á Bergþór hiklaust að halda áfram? Já, hann gerði það. Eða hefði hann átt að sá sjóma sinni í að stíga til hliðar sem formaður nefndarinnar? Ég ætla ekki að leggja mat á það sko. Ég hef ekki frekar nokkurn annan nefndarformann sko. Það er þú veist, ég ætla ekki að ganga svo langt sko. Hvað segir þú, Ingibjörg, það? Nefndarformennska eða tilhingaskítur hefur bara ekki verið hana. Og ég segi nú eins og Lilja hefur nú stundu sagt, Alfreðsdóttir, að það á ekki að gefa þessum dólgum dagskrárvaldið. En þeir hafa fengið það, þetta er alveg rétt sem að Gísli benti á, sko, hver setur þetta á dagskrá? Það er náttúrulega við erum að tala þetta nú. Jú. Og ég veikum eftir að beina sjónum að búsetuskerðingum og fleiri málum, eins og þetta með sko vegtollan og fleira. Sem að þú veist, það er mál sem við þyrftum að ræða og það yrði voðalega farsælt held ég sko ef að þessi fyrir bara samfélagið allt og umræðuna ef að þeir myndu sýna þann manndóm að gefa okkur frí frá þeim. Ég yrði voðalega þakklátur og vafalaust margir aðrir. Gott og vel, skulum aðeins fara á stjórnarheimilið. Gísli Freyr, sko ég er á þeirri skoðun að þessi ríkisstjórn geti auðveldlega setið 3 kjörtímabil. Við erum að koma úr fordómalausum aðstæðum. Það var engin ríkisstjórn setið heilt kjörtímabil frá því að vinstristjórnin var við lýði og var það þó í fyrst skipti sem vinstristjórn satt heilt kjörtímabil. Við erum búin að vera með sko 4 forsætisráðherra á örfáum árum. Sumir kalla þetta stjórn stöðuleikans eftir stormviðrið á undan sem geisaði. Aðrir tala stjórn stöðnunar. Þetta er svona klísjurnar sem í gangi. Stjórnin getur verið bara í lausagangi út í kanti í nokkur misseri árum saman. Þín sýn á þetta. Þetta er af vissan hátt pólitískur ómöguleiki að Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkur með augljósa flokkinn þarna á milli Framsóknarflokkinn vinni bara í friði. Sigríður Andersen sagði í viðtali í þjóðmálum þetta væri verkstjórn sko, þú veist, vinnusöm stjórn og mjög fagleg sko. Og Kristján Þór Júlíusson var hérna hjá mér daginn og hann sagði bara að þetta er einhver mesta friðsemdarstjórn sem hann hefur setið í og hann er búinn að vera ráðherra núna í þrígang, heilbrigðismennta og nú atvinnumálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og hann bara mærir þessa stjórn og segir að þetta sé bara fyrirmyndarstjórn og samstarfið sé mjög traust og gott. Já, sem það að mér heyrist. Ég heyri ekki annað en að samstarfið gangi bara vel og þú veist, auðvitað er alltaf einhver átök og svona eins og er í öllum. En miklu minni en maður bjóst við. Miklu minni en maður bjóst við og þau eru ekki alltaf opinber. Það eina sem maður hefur kannski áhyggjur af í svona ástandi er að sko menn ætli að vera svo rosalega vinnusamir og friðsamir að embættismennirnir taki völdin sko, að pólitíkin einhvern veginn hverfi fyrir faglegheitunum í embættismennum. Það er kannski það sem maður óttast mest í þessu sko, en hvað pólitíkina og ríkisstjórnina sjálfa varðar,
þá ætti hún alveg geta unnið áfram eitthvað sko. En sérðu einhverja... Kjörtímabil veit ég ekki alveg, en við skulum sjá. Já. En sérðu einhverja pólitík í þessari stjórn? Sko, hvaða pólitík þessi stjórn að reka? Er hún að reka... Svandís er nú að reka mikla pólitík í heilbrigðismálum. Og augljósa. Sjálfstæðismenn virðast voða lítið hreyfa við því. Það svona mesta pólitíkin sem ég sé í augnablikinu sko. Akkurat. Landsréttamáli var auðvitað pólitík. Já. Þú veist, það var kannski eini svona alvöru slagur sem einhver ráðherra hefur tekið á síðustu árum. Þú veist, og hún vann þann slag á lokum sko. Þannig að önnur stór pólitísk mál sé ég ekki allan í augnablikinu sko. Ingimar, þetta er ekki vinstristjórn, þetta er ekki hægristjórn, þetta er ekki miðstjórn, þetta er hvað? Ég held að stjórnin þurfi nú sjálf að svara þessu sko. Veit hún þessi stjórn fyrir hvað hún stendur og að því við tölum að þessi stjórn geti kannski setið inn á þessi kjörtímabilin sko, þá verðum við að hafa í huga að það eru kosningar á milli. Og við sjáum hvað Svandís að gera í heilbrigðismálunum. Ég held að hún sé að vinna þar mjög mikilvægt og gott starf. Eins og við heyrðum síðast í gær hvernig hún tók í þessar hugmyndir það að sálfræðiþjónusta geti gagnast öllum og það sem skiptir mjög miklu máli varðandi efnahag. Sálfræðitímar eru dýrir. Já, maður tekur hattinn fyrir ofan fyrir. Já, ég meina ég er mjög heppinn og lánsamur að geta sótt mér þerapíu hjá sálfræðingum og haft efni á því. Það er ekki tilfellið með alla og það mun spara sko stórfé í heilbrigðiskerfinu okkar þegar til lengdar lætur. Til forvörn? Algjörlega sko. Rétt eins og með þetta með sjúkraþjálfarana og fleira. Er það pólitískt mál fyrir ekki að gripa fram í sko? Er mikil pólitík í því sko? Þetta er alveg bullandi pólitískt. Þetta er ekki stórpólitískt? Auðvitað er þetta stórpólitískt. Já, finnst þér það? Jú, algjörlega sko. Og það eru fleiri stórpólitísk mál í gangi. Nú er talað komin út förðuleg hvítbók fjármálakerfið sem hefur nú verið afgreidd sem sko einhvers konar... Þetta er svona stöðuskýrsla. Þetta er ekki stöðuskýrsla, þetta er frjálshyggjufrasa skrifað af Lárusi Blöndal sem hefur skrifað þá mestu sko mærðargrein sem skrifuð hefur verið sko formann í Sjálfstæðisflokknum og er þetta ekki Davíð Oddsson sko. Og ekki Hannes. Ég fletti þessar grein upp á MBL og ég hef aldrei stórkostleg grein sko. Og svo er farið nú saman hvítbók sem að Náski Brynjar sko afgreiddi bara á stundinni í gær hvet allar þess að kynna sér þau skrif. Svo erum við að tala veggjöldin, stórpólitískt mál. Það er verið að tala skattatillögur, við erum í kjarasamningum, ASÍ leggur til 4 þrepa skattkjöri, Bjarni segir nei, þetta er hvað ætla VG að gera. Og við höfum eftir að sjá það með sko ríkisstjórnina sem mér finnst skipta mestu máli þetta í sambandi við ríkisstjórn. Það er ágætt að við höfum einhver stöðuleika og ég er mjög þakklátur fyrir góða embættismenn. En við erum líka að sjá sko í þessari rólegheita ríkisstjórn alveg sko stjarnfræðileg klúður hægri vinstri eins og Hafrannsóknastofnun. Hvaðan kom þetta mál? Ég held að Kristján Þór sé að sigla svo lignan sjó að hann sé bara kominn á botninn og veit ekki af því en allir hinir sjá það sko. En Gísli, sko, finnst þér Sjálfstæðisflokknum líða vel í þessu stjórnarsamstarfi? Ég heyri nú ekki annað sko. En það er áhugavert sko að þau nefndu veggjöldin sko. Það sem er áhugavert í það mál að það mál er rekið áfram að þingmannum en ekki ráðherra. Það er Jón Gunnarsson kannski fremstur í þessari flokki og Sigurður Ingi tekur þessa frægu og gerir það núna sko. Þannig að menn vera svolítið sammála í þessu sko. Sigurður Ingi gerði það nú fyrir jól sko. Við höfum ekki gleyma því að hann byrjaði í ríkisstjórnarsamstarfið að segja að þeir eru ekki lagðir á neinum vettvang sko. Svo skipta hann stöðu. En það er líka bara ágætt að skipta skoðun líka. Ef menn sjá að einhverju betur leið þá er það bara virðingu því. En þú spurðir sko líður þeim vel. Ég heyri ekki annað en ég er nú ekkert viss að Óla Birni og Brynjari líði alltaf vel í þessu samstarfi sko. En þeir þegja að mestu. Þeir eru að tala eitthvað allt annað. Já. Þannig að það er einhver samkomun að sko halda lokinu ofan á pottinum svo fremið að kraumi eitthvað inn. Já. Það er skjótið inn, já. Sko það er ágætt að þeim líði vel hann í ríkisstjórninni. En það sem skiptir auðvitað mestu máli er að fólkinu í landinu líði vel. Og það er ansið margt sem við þurfum að bæta og kannski sko er ágætt að ríkisstjórninni líði vel og hún sé vinnustjórn eins og þú sagðir áðan sko til þess að kannski að koma einhverjum málum áleiðis að því að við erum ennþá að díla við hrunið. Og það hefur eitthvað aðeins verið að minnast á búsáhaldabyltinguna í fjölmiðlum undanfarna dag og eitthvað svona sko. Það er fjöldi fólk sem er ennþá að glíma við bæði sko muniði hvernig óvissan var og fólk var að missa vinnuna og það var að missa húsnæðið sitt og vaxið upp heil kynslóð sko sem að fór á mis við ansi margt og þá erum kannski ekki endilega þetta að miða við árið 2007 sumarið þegar all hlutabréfið var á toppnum heldur bara hvert við vorum að fara. Við erum að díla við sko niðurskurð í velferðarkerfinu og fleira sem að
var komin í gang sko löngu á undan hruninu og við erum að byggja þetta allt saman upp aftur. Það hvernig fólkinu okkar líður aðalmálið. Og það náttúrulega þar sem að sko fókusin okkar þarf að vera, sama sko hvernig einstökum ráðherrum líður, það sækjast engir sko mikið eftir sínum störfum og þessi blessaði ráðherrar og það truflar mig ekki svo mikið, sko ég vona að ég geti sofið sæmilega á nóttunni og verið hvíldur í vinnunni vegna þess að þeir eru að vinna fyrir okkur. Gott að heyra, en þið ekki flestir Íslendingar vel? Jó, svona upp til hópa held ég, en undantekninga vissulega eins og eðlilegt má teljast, en Gísli Freyr, persónunjósnir hafa verið mjög áberandi í umræðinu á undanliðnum dögum, vikum, mánuðum og við erum að vakna upp við svolítið vondan draum að þessu leyti það fylgst með okkur svo gjörla að þegar maður svona í svefnrofunum á kvöldin þá maður hugsa sko með sér einhver á glugganum. Þetta orðið svo sko áberandi í einu og öllu. Ég var bara á Ítalíu daginn og þá fékk ég bara sko fullt af auglýsingum inn á símann af því að ég náttúrulega menn fylgdist með því hvert ég var að fara. Já, þú segir sofandi sko, ekki úrið að melda á svefnin og eru þau gögn ekki að senda eitthvað og svona, það hægt að vinna með það kannski einhvers staðar sko. Jú, þetta auðvitað mikið mál, þetta náttúrulega kom upp svolítið í kringum, hvað var ekki, ef maður tímasetningu rétt, í lok árs 2017 þegar Cambridge Analytica. Jú, og þeir verið að herða persónuverndar-löggjöfina. Það sko. En verður ekki bara sætt okkur við þetta? Verður einhver U-beygja tekin í tæknimálum hvað þetta varðar? Það hræðir mann samt pínu sko hvað ríkið ætlar að laga mikið af þessu. Þetta eru auðvitað tæknirísarnir sem að standa fyrir þessu, nota orðalag. Þú veist, er að lesa hegðun okkar á miðlum, á samfélagsmiðlum. Og hegðun okkar eru verðmæti. Algjörlega, og menn gera sér pening úr því, sko. Menn geta haft skoðanir á því, sko. Og við auðvitað erum að nota Facebook og við erum að nota Twitter og við erum að nota og alls konar hluti sem að senda frá sér upplýsingar með okkar samþykki, þú veist, en þetta er þægindi nútímans. Þetta er fórnarkostnaður kannski fyrir okkur. En sko, það eina sem að bögga mig í þessar umræðu mest er hvað menn halda að ríkið geti gert, sko. Til dæmis, nú hafa menn talað að fjölmiðlanefndir, bæði hér á landi annars staðar fái aukin völd til að einhvern veginn fara að stýra umræðunni og svona, sko. Ég er ekkert mjög spennt fyrir því, sko. Já, Ingimar, ert þú hræddur alla vitneskjuna þig þarna úti? Ekki mig persónulega, en þetta er náttúrulega ansi mikið, sko. Og ég hef þurft að læra af biturri reynslu eins og hvað annað, sko, hvernig maður þarf að umgangast þessa miðla og það er náttúrulega, þeir eru staðreynd og þeir eru hluti af okkar daglega lífi og við verum þá kannski að umgangast þá svolítið í samræmi við það. En er þetta eðlilegur fórnarkostur af upplýsingatækni? Ég er alveg búinn að hugsa það í botn. Ég meina, gat annað gerst? Þetta er ókeypis og þá borgar við fyrir þetta, sko, ef að varan er ókeypis þá ert það þú sem ert varan. Og þetta er náttúrulega mjög óþægilegt ef við svo sjáum hérna dæmin með Cambridge Analytica og hvað annað. Og svo sko síðan hugsa maður líka hvað ef að þetta fer út í sko tryggingafélögin, heilsufar og alls konar svoleiðis dót, þetta er ansi mikið. En síðan sko bara geta orðið slys eins og annar staðar, gögn lekið út, upplýsingar nemendur og orðsendar í tölvupósti til allra hinna foreldranna og eitthvað svona sko. Þannig að það geta alltaf orðið óhöpp. En hitt er náttúrulega, þetta er risastór iðnaður. Og það kannski skiptir mig ekki öllu máli að allir heimurinn vita að ég nota buxur með þetta. En það skiptir ofboðslega miklu máli sko kannski fyrir börnin mín að ég sé kannski með þetta gen, einhverna dót sko. Maður veit ekki hversu annarlegur tilgangurinn er. Það er kannski, þú veist. Gott vel, en förum yfir í aðra sálma. Sumpart nátengda lýðræðið virðist vera í vörn. Hefðbundna lýðræðiskosningar eru hugsanlega að baki í krafti falsfrétta sem flæða yfir heiminn og auðveldlega stjórna af hópum sem hafa hagsmuna að geta í þessum efnum. Við sjáum Brasilíuforseta komast í valda, hugsanlega sakir falsfrétta, Trump nefndir þessu sambandi, Ungverjaland, Pólland og svo framvegis. Venezuela er náttúrulega ofarlega á baugi núna, það fallna ríki. Gísli, sko, hversu veikum fótum stendur lýðræðið? Ég held að það standi ekki á veikum fótum. Ekki á veikum fótum? Nei, af því að, sko, falsfréttir hafa, við sáum það bara í kosningabaráttunni 2016 í Bandaríkjunum, þær höfðu áhrif á báða bóga. Það voru báðir aðilar, svo má kalla, að stunda þetta, eða einhver annar, kannski þriðji aðili, við vitum það ekki ennþá. En menn hafa ekki náð að sanna neitt af því og menn hafa ekki náð að, það er ekki sannað að fórsti Brasilíu hafi unnið kosninguna með einhverju þannig svindli, sko. Man fekk nú ekki nema 10%, ef maður rétt
meira fylgja næsti frambjóðandi. Þannig að, en ég held að lýðræðinu standi ekkert ógn af, maðurinn almennt skynsamur og einhvers staðar, einhvern tímann sko, finnum við leiðina þar sem við vitum hvað rétt og hvað rangt sko, þá við fréttaflutning líka. Ég held að þetta alveg eitthvað til að hafa áhyggjur af og eitthvað til að skoða, en ekkert, ég held að lýðræðinu standi ekki ógn, ég held að það sé svona full dramatísk. Ingimar, sefur yfir þessu? Nei, þetta eitt af því sem heldur vöku fyrir mér og reyndar kannski ekki akkurat þetta. Heldur annað, sko, ég held að lýðræðinu sé mikil hætta búin og henni hætta búin, eða því hætta búin af sko fjármagnsöflunum. Við sjáum sko opaslega sko smáan hóp mjög efnaðs valdamikils fólks sem að hefur sko lýðræðisleg ítök langt umfram fjölda og þá erum við ekki að horfa á sko einn maður eitt atkvæði heldur en króna eitt atkvæði. Ég meina Þorsteinn Már Baldvinsson ræður miklu meira í þessu samfélagi heldur en sem nemur hans atkvæði í Norðausturkjördæmi eða hvað. Og þar held ég að sko, kannski þetta innbyggt í okkar vestræna fulltrúalýðræði, ég veit það ekki. Við erum alltaf búið í kapitalísku samfélagi. Já, en það þýðir sko lýðræðið á að vera einn maður eitt atkvæði. En svo erum við að sjá sko hvernig sko hagsmunir ákveðina hópa eða sjónarhorn ákveðina hópa og þá svo hugmyndum samfélagsgerð algjörlega ráðandi. Þú getur verið með sko blandað hagkerfi eins og við erum með án þess að hugsa alltaf þetta trickle-down economics sem að Milton Friedman var að tala fyrir 1980 sko. Og við sjáum gjarnan að stundum sjáum við að geta talað sko lýðræðislega kosningar og hættunni sem stafar lýðræðinu þegar Pinochet gerir byltingu gegn sko réttgjörnu forseta Allende í Chile. Og þetta fer náttúrulega enginn að verja það sko að þetta einhver manni í hug sko. Gott og vel, við skulum fara örstutt yfir í síðustu umræðu dagsins hjá ritstjórnum, brjóstamálið í Seðlabankanum. Gísli Freyr, hversu mikill kjánahrollur fór þig þegar þetta fjarlæga mynd af konu, berbrjósta, eftir Gunnlaugu Blöndal í bankanum? Orðið hættulegt að sjá mannslíkamann? Greinilega fyrir einhverjum, sko. Það er kjánahrollur, það fyrir bara kjánahrollur alla. Það finnst öllum þetta hallærislegt mál. Þetta svona árið byrjaði með, ætla að komi fram meira hallærislegra mál á þessu ári heldur þetta kannski, sko. Þetta var svona eins og framhald af skaupinu? Já, í rauninni, sko. En þegar þú nefndir nú Þorsteinn Már Baldvinsson, ég meiri áhyggjur af aðgerðum Seðlabankans í hans garð heldur en þessu máli, sko. Jú. Þannig að það vegur nú fingra, það er nú meira eitthvað til áhyggjur af. Já, konubrjóstið. Ég velti fyrir mig hvað fallegar og góða myndir eru í tonnavís að gera lokarinn á skrifstofum hjá einhverjum fínum köllum hjá hennu opinberað annar staðar. Og ég vil frekar sjá þessar myndir bara ég vil frekar sjá þessar myndir bara þar sem við getum farið og skoða þær á söfnum og það er svo sem ágætt að það sé reynt að hafa snirtilegt inn á vinnustöðum og svona. En mér finnst þetta að vera almálið og mér finnst bara gott að einhver manneskja hafi sko hugrekki til þess að segja mér finnst þetta óþægilegt. Mér finnst það rosalega gott og getum við rætt það. Því að ég vil frekar lifa á þeim tímum þar sem að fólk lætur ekki vaða yfir sig og tilbúið til þess að vera, hvað sem við segja, sko, ekki fá kjánarhóllega tepru. Ég vildi að ég hefði alltaf haft þann styrk að geta sagt hvernig mér líður. Þú meinar að tepruskapur sé leyfður? Ég myndi ekki kalla þetta tepruskap. Ég myndi kalla þetta bara kjark. Og ég bara rosalega ánægður. Ingimar Karl Helgason og Gísli Freyr Valdimarsson, bestu þakkir fyrir komuna í ritstjórnina þessu sinni. Við förum hér yfir í aðra sálma með Lindu Blöndal eftir andartak. Já, komið þið sæl aftur og við ætlum að fjalla svolítið sem er mjög nálagt okkur svona í hversdagslífinu og bara yfir höfuð og það hver munurinn sé á milli þess að lesa af pappír, texta og af skjánum. Einhver munur á þessu varðandi lesskilning? Eru þetta framfarir að geta lesið af skjánum eða kannski öfugt? Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann flutti athyglisvert erindi í liðinni viku í Reykjavíkur Akademíunni lestur af pappír og skjá og hann sestur hérna Haukur. Sko þetta mjög aðkallandi umfjöllunarefni miðað við hvað við búum í dag og nú náttúrulega ég með þessa hérna litlu spjaldtölvu og svo það símarnir og allt þetta. Okkur að fara aftur í lestri eða skiptir þetta einhverju máli? Kannski til að byrja með, þú ert stjórnsýslufræðingur.
En hvað á hverju byggir svona þennan fyrirlestur? Já, ég var í tölvumálum í aldarfjórðung á yngri hluta ævinnar áður en ég fór í langskólanám og ég hef verið í Evrópusambandsverkefnum í sambandi við rafræna stjórnsýslu, rafrænt lýðræði, sjálfkeyrandi bíla, einelti á netinu og núna síðasta rafræna lestur. Og það þekking mín úr því verkefni rafrænt lestur eða e-rít sem ég var að flytja erindi vegna. Og í rauninni það svo að þó málfræðingar hafi í rauninni einir komið að þessu hér á Íslandi, þá það bækur sem ég var að kynna sem eru bækur tveggja amerískra kvennprófessora, önnur málfræðingur og hinn líffræðingur. Já. Og þetta auðvitað mál sem tengist líka tækniþróuninni, ekki síst, og maður saknar þess kannski svolítið að það skuli ekki fleiri aðilar koma að þess. Úr fleiri greinum en málvísindunum? Já, úr fleiri greinum en málvísindunum. Því þetta þú ert að segja, það snertiflötur í raun og veru. Já, mjög víða. Já, og nánast kannski allstaðar og það með þessum rafformerkjum. Já. Rafkostning, rafbílar, lestur af raftækjum og svo framvegis. En þú tókst fyrir lesturinn og hver svona almennt, kannski bara spyr stórt og almennt, hver talin svona helsti munurinn á því að lesa á skjá og á blaði varðandi lesskilning? Munur á? Já, það nú talin munur á þessu. Ég vil nú kannski fyrst byrja á því að tala að í rauninni þá upplýsingatæknin, hún gengur mjög hratt, þróun upplýsingatæknar og þróun uppgötvana og nýsköpunar sem í Bandaríkjunum heitir innovation, gengur mjög hratt og fær gríðarlegt fjármagn, en rannsóknir fá hins vegar mjög lítið fjármagn. Og við getum sagt að til dæmis 2007 þá nánast engin þekking á því hvaða áhrif snjalltæki og skjáir hafa á lestur, og engu að síður þá tökum við svo vel á móti nýrri tækni að skólarnir þá strax byrjaðir að taka þessi tæki inn á þess að hafa hugmynd hvað áhrif þau hafa. Nú ef við lítum svo á það sem hefur gerst síðan, þá í rauninni eðli miðlana þannig að það miklu styttri textar en áður. Þeir hafa styst mikið og lestur af skjá að því leyti svona almennt talað, og ég ekki við að fólk getur verið að lesa bókaskjá, fólk getur verið að lesa skýrslu af skjá, en almennt þá lestur af skjá meira skimun. Já. Þannig að menn koma kannski ekki aftur að því sem þeir eru að lesa, menn eru að brása fréttir og auglýsingar og lesa náungan og hafa samskipti og svo fræfis og þetta einskiptis notkun og þetta meira talin skimun og svo að renna yfir texta. Já, að renna yfir, já, og svo þetta einkenni að hann svo stuttur. Já, fréttatextar og gefa kannski ekki nema einhlíða mynd. Þessari tækni hefur fylgt mikil fækkun fréttamanna allan heim, sem mikil skaði því það þýðir að fréttir á netmiðlum byggja meira bara einhliða fréttatilkynningum frá aðilum og við fáum einfaldari mynd af heiminu sem verður samt sífellt flóknari. Já, akkurat. Þetta sem sé þróunin og við vitum kannski enn of lítið hvaða áhrif þetta hefur kannski á einmitt dýpri skilning á því sem við erum að lesa, en getur þetta verið þannig að þetta ger okkur minna fær að bara hugsa og skilja? Já. Einhverjar kenningar til það? Já, það kenningar til það. Það kom út bók eftir Marianne Wolf sem líffræðiprófessor við Töft, rannsóknarprófessor við Töft rannsóknarstofnunina í Massachusetts. Út bók núna í október sem heitir Reader Come Home, eða lesandi, komdu nú heim aftur. Já, komdu tilbaka. Komdu tilbaka. Já. Og þar
er hún að vinna, hún vann mjög lengi við greiningar á þeim sem áttu í erfiðleikum með lestur og hún segir sem sagt að sá sem lærir að lesa, sá sem nær vald á lestri, hann breytir lífi sínu. Já. Og þjóð sem les mikið, hún hlýtur að vera öðruvísi en þjóð sem les lítið þar að leiðandi af því að íbúarnir eru öðruvísi. Og hún fer að rannsaka með sínu líftæknilegu rannsóknum lestur 2007 og lestur á skjám og kemst að því að það allt öðruvísi lestur en af pappír og sérstaklega þetta þá munurinn á lengd textans og þess hvaða kröfur að gera til lesandans. Það er að segja, ef þú ert með kröfuharðan texta eða texta sem krefst einbeitingar þess að þú lesir hann í kyrrð og með einbeitingu, þá fara á stað alltaf heilastar sem, þá fer á stað önnur heilastar sem og hún telur sem sagt að ungi lesendur gætu sem sagt þróa með sem mun einfaldara tengslanet í heila til þess að skilja lesið mál en þess að lesa mikið. Já, af því að sko ef við stökkum inn í þetta líffræðilega hlutan, sko við höfum ekkert meðfæddan hæfileika til að lesa. Nei, það kemur í ljós að við höfum ekki meðfæddan hæfileika til að lesa og hún... Það þessi þjálfun? Já, og hún sýnir mjög vel sko hvernig lestur á sér stað og hún segir í rauninni að allur heilins taki þátt í lestri. Það segja að það eru sjóntaugarnar sem lesa, síðan það í rauninni tungumála. Við höfum tungumálastöðvar, síðan höfum við vitrænastöðvar fremst í heilanum og síðan erum við með hreyfigetur sem eru hendur og augu sem hreyfast þegar við lesum og síðan erum við með tilfinningalíf. Þegar við lesum þá höfum við það bil 100 til 150 millisekúndur fyrir hvert orð sem við lesum til þess að hugsa okkur meðan við lesum og hérna hún rannsakar þetta, hún sýndi í þessum fyrirlestri hvernig ljóspunktar myndast í öllum heilanum þegar þú lest ólíka texta og þú sér þú sást að þegar þú ert að lesa með einbeitingu þá heili miklu virkari þegar þú ert að skima á skjá sko. Já, ég skil. Þannig þarna bara áberandi munur og sérst hreinlega bara á heilanum þannig að það eru þessi taugaboð sem að eiga sér stað. En hvað erum við til dæmis við hin mikla lestrarþjóð ef við förum bara yfir í það sem við spyrjum alltaf reglulega að. Hvað lesa Íslendingar að meðaltali mikið eða lengi daglega? Já, sem hluta af þáttökum minni í þessu Evrópusambandsverkefni þá fékk ég styrk frá 2 ráðuneytum hér heima til þess að gera litla rannsókn á því og það rannsókn af þeim sem eru 18 ára til nírætt. Já, til nírætt. Já, til nírætt og ég lagði ekki að gera könnun meðal barna því hún mjög flókin og erfið í framkvæmd vegna persónuverndarsjónarmiða. En út úr þessu kemur að við lesum meðaltali 2,5 tíma á dag og þar af svona 100 mínútur á skjá og 50 mínútur á pappír. Já, meira af skjá. Meira af skjá, já, helmingi meira af skjá. Já, helmingi meira af skjánum. Er munur á milli karla og kvenna? Já, það er munur á milli karla og kvenna. Konur eru meiri í samskiptum, þær eru heldur meiri í bóklestri, en þær eru fyrst og fremst meiri í námsbókalestri, þannig að ungu konurnar þær lesa 25% meira í námi en kallar og það kallar eiginlega alveg á nýja rannsókn og gæti komið einhver sem skýringaþáttur af hverju kallar dett út úr námi bæði öðru stigum menntaskóla og eru ekki eins mikið í háskóla og konur. Já, það er einmitt bara staðreynd. Það er bara staðreynd, já. Já, auðvitað kallar þetta á fleiri útskýringar. En sko, af hvaða miðli eru sko til dæmis skólabækurnar nú til dags? Er þar mikið á rafrænum? Já, helmingur af því sem skólnemendur lesa af skjá og helmingur af pappír, sem sagt skólabækur og námsefni.
Já, og það er að tala framhaldsskóla? Já, frá 18 ára. Eða frá 18 ára, já. Frá 18 ára, það efri bekkir menntaskóla og svo háskóla. Já. Þannig það helmingur. Og það fyrst og fremst skáldsagan eða bókin, það segja bækur á öllu tagi í rauna, sem eru mældar sem einn flokkur, sem að halda stöðu sinni sem prentað mál. Já. Það 77% þeirra sem lesa bækur, lesa þær af pappír. Og það bara svipað og eru alþjóðlega tölur. Það svona talað að rafbókin hafi náð 20% hlutdeild. Það ekki meira? Nei, það ekki meira. Það voru nú spádómar ýmislegt annað þegar kyndlarnir komu? Já, hún hefur gengið heldur tilbaka, rafbókin. Einmitt. Fólk vill bókina? Já. Já, svo koma kiljurnar náttúrulega og kannski gera þetta auðveldara. Já. En skólabækurnar, þá það sem sé helmingurinn á rafrænu formi. Þannig að það ekkert verið að gefa allt námsefnið út, það til dæmis í háskóla. Það heillavænleg þróun með að við svona kannski munin á því að lesa á skjá og á blaði? Nei, samkvæmt rannsóknum Naomi Baron sem gerði í 3 ríkjum þá á nemendum í háskólastigi þá vildu 92% háskólanema frekar nota pappír og það var á ástæðum eins og endurlestur. Það geta fundið aftur þennan blett sem nú varst. Þennan stað í bókinu, þú manst þetta var hægra megin framalega í þessum kafla. Svo merki fólk náttúrulega með miðum og allt þetta og yfirstrikunar pennum og svona. Þannig að mikill meiri hluti taldi betra að lesa pappír og mikill meiri hluti taldi líka að það veri minni hætta á truflun. Minni hætta á truflun? Já. Já, akkurat. Þannig að þetta eru háskólanemar og síðan þetta gerðist þá hafa komið fleiri rannsóknir sem sýna að háskólanemar kjósa að lesa pappír frekar en að skjá. Nú ég má kannski nefna það hér að það töluvert mikill munur í kennslu á skjá og pappír að því leyti að það námsefni sem við þekktum þegar við vorum í skóla, það var svona línuleg frásögn. Þar sem eitt kom fram af öðru, eitt línuleg frásögn í kennslubók. En þegar þú ert á skjá þá ertu í rauninni fyrst og fremst með leitarvél sem gefur stuttar síður. Og ef þú ert með 7 leitarpunkt á skjá og gerir 5 smelli, þá ertu búin að fá val 16.500 síður. Það svo mikil margföldun í þessu og þegar farið að kenna börnum á skjá og sagt að það verður börn við fingurgómana allt sem þau þurfa að lesa, þá hef ég miklar áhyggjur af því að það vanti allt samhengi í málinn þegar menn fara að lesa bara sundur, engin 2 lesa það sama og menn fara að lesa sundur slitið og í rauninni sína evrópskar rannsóknir sem hafa verið birtar í þessu samstarfi, þær sýna að slaki nemendur verða enn slakari og góðu nemendur en þeir halda samhenginu, þeir skilja samhenginu. Þeir ná þessu? Já. En þeir sem standa eru kannski aðeins veikari? Já, þeir verða ennþá veikari. Já. Þannig að þegar skólarnir hér á Íslandi hverfa í auknum mæli frá námsbókagerð og fara yfir í að nota skjá og nútíma kennsluhætti, ég hef nú verið sakaður af nútíma kennslufræðingi að vera mjög gammaldags. Já, ég var að hugsa þetta einmitt. Já. Og hérna þegar ég farið yfir í nútímalega kennsluhætti eins og þið kalla þá hefur maður áhyggjur af því að þetta gert alveg gagnrýnislaust. Já, við þurfum að hugsa meira þetta og náttúrulega nú árið 2019 og náttúrulega rafbókalestur og lestur af skjám búin að vera við lýði lengi, alveg síðan hvað bara 2007? Já, eða fyrr. Já, akkurat. Þannig að ekki vert að skoða þetta nánar og hvað myndirðu þá vilja skoða helst? Jú, það vert að skoða þetta nánar en þetta auðvitað í stóru samhengi þannig eins og ég nefndi fyrst að það öllu opinberu fé á Vesturlöndum eitt í rannsóknir varðandi nýsköpun.
en ekki rannsóknir á áhrifum nýsköpunar. Áhrifum nýsköpunar, já. Og þetta í samhengi við það. Það svona, já, það ákveðin hætta á því að ákveðin mannlegir eiginleikar eins og samúð og skilningur og einföld heimsýn eða átta sig á sjónarmiðum annarra. Það fyrst og fremst áhyggjur af því hvernig maðurinn og þenn ungi lesandi breytist með því að breyta lestrarmönnum sínum. Já. Og að hann verði einhvern hátt sjáu hlutinni í einfaldara ljósi en við höfum séð áður og jafnvel hlutina svolítið svarthvítari við og hinir og svona. Það þarf að sjá þetta í stóra samhenginu. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur sem flutti mjög athyglisvert erindi í liðinni viku í Reykjavíkur Akademíunni lestur af pappír og skjá og þar þátttakandi í ESB-verkefni þetta. Takk kærlega fyrir að koma hingað í 21. Já, takk fyrir. Við erum í stuttar auglýsingar og höldum svo áfram. Við höfum verið að fjalla netöryggismál í þessum ágæta fréttaþætti okkar 21 á síðustu dögum og vikum, enda ærin ástæða. Netglæpir eru orðnir aðsögn, arðsamari heldur en fíkniefnaviðskipti í heimi hér. Ég er búinn að fá til mín einn góðan sérfræðing hér á Íslandi, Þorvald Henningsson hjá Deloitte, sem sér þar netöryggismálin. Byrjum aðeins á einstaklingum áður en við förum í fyrirtækin, Þorvaldur. Ég þessi meðalskussi sem vinn við tölvu lungan á deginum. Hef ekki hugmynd hvort ég í hættu eða öruggur. Hvað á við svona venjulegan meðalmann eins og mig eftir einhver að slægjast? Já, ég held að það sé alveg hreinar línur að það eftir einhver að slægjast. Ég hef oft líkt þessu þegar við menn að tala um einstaklinga, ég hef oft líkt þessu við bara togara, menn fara út á sjó og kasta þar neti og svo þegar þeir taka upp netið og sjá þeir hvað er í netunum og svo plokka þeir upp og nota þann fiska sem þeir vilja. Þannig að oft eru þessi glæpamenn að senda jafnvel bara milljónir tölvupósta og svo skoða hvað kemur út úr þessu og pikka þar. Og til dæmis gæti að þú fengið póst þar sem hefur verið að vinna við upplýsingar frá þér til þess að beita svo gegn þér. En svo er líka hægt að senda þér póst sem er að vera að fá þig að lokka þig til að kannski smetla á hugbúnað og opna eitthvað hugbúnað eða opna eitthvað mynd eða opna eitthvað skjal. Í því skjali er svo falið kannski spilli hugbúnaður sem að sýkir tölvuna þína. Jafnvel að dulkóður öll gögnin inni. Svo færð þú bara upp skjá sem segir, heyrðu vinur, nú ert þú fórnarlamb. Ef þú borgar mér ekki x $10, ef við kannski tökum það þannig, í bitcoin, sem þetta er rafmiðli, þá eyðast gögnin þín að eilífu eftir, segjum 2 daga og svo bara sérðu klukkunan byrja að tifa niður. Þannig að það er verið að kúa þig, ég til dæmis að skrifa bækur, ljóðabækur og sögur. Það getur þá einhver kúað út í heimi, handritið tapast. Við erum kannski að tala kortir í útgáfu. Já. Ef þú greiðir mér ekki rafpenning strax. Já. Þetta er mjög algengt, því miður. Alltaf algengt. Þannig að kannski að því þú talar meðaljónin, skilurðu, og afsaka ég kannski ekki alveg að setja þau í meðaljónin, en gott og vel. Við þegar kemur að tölvunotkun, þá eru almenningur oft svona kannski þessum kallum meðaljón og þá er fólk oft ekkert nægilega varkárt. Hvar er maður að klikka? Maður ávæntilega ekki að opna post sem er ókunnugur, en oft er maður að opna post, bara frá einhverjum fyrirtækjum. Maður heldur þetta sé kannski frá tryggingafélagið manns eða bankanum en svo er þetta kannski frá einhverjum allt öðrum. Nákvæmlega. Það eru svona nokkrar svona lykilþættir til þess að yfirleitt að greina þessa pósta. Einn af þessum þáttum er að oft er netfangi sem að viðkomandi er að senda frá. Ef þú skoðar það vel, þá er það ekki alveg það sem að efnisinnihald gefur til kynna. Til dæmis ég fekk póst daginn frá
að því virtist Apple ef ég horfði svona á útlitslega póstinn. En ég er náttúrulega kannski orðin það sjóðari í þessu að ég skoða alltaf betur hver sendandinn þegar mér sem músabendilinn yfir netfangið, þannig að ef það birtist annan netfang á bak við það, þá veit ég að það sé svindl. En í þessu tilfelli þá voru þeir að þykjast vera Apple, voru búin að breyta aðeins og það nota aðeins annað aðra slóð. Og ef ég hefði ekki verið varkár, þá hefði ég haldið að þarna ætti ég að fara að smella og opna ákveðinn hugbúnað, þessi reikning, sem gæti svo verið sýktur. Þá er viljum minn orðið sýkt. Þannig að menn þurfa virkilega að skoða fyrir það fyrsta, ok, hver er að senda mér þetta? Er þetta svo aðili sem þetta þykist vera? Ef hann er að biðja einhverjar viðkvæmar upplýsingar, þá bara sleppur því. Það er ekkert fyrirtæki að fara að spyrja þig bankareikningsnúmerið þitt eða kreditkortanúmerið þitt eða eitthvað svolítið í tölvupósti. Og ef það svo er, þá er það bara lélegt fyrirtæki. Og almenna reglan er að vera varkár, hugsa sér tvisvar áður maður opnar pósta. En er þetta þá tvenns konar, annars vegar þeir sem eru bara að eyðileggja og svo hinir sem eru að reyna að hafa þeir pening? Já, sko, við erum að horfa á, það eru þetta margar tegundir. Við köllum þetta í þessum bransa meðal annars, sko, hacktivist, sem kemur þó afleiðing af orðinu aktivist. Það er að segja fólk sem er jafnvel að herja á einstaklinga eða fyrirtæki til þess að út frá einhverjum svokölluðum málstað. Hvort sem að það eru hvalaverndunarsinnar að senda á einhverja veitingastæði hér sem eru að selja hvalkjöt eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig að þá er fólk með það mótíf að berjast fyrir svona sínum málstæði. Allavega er það þeirra hugsun. Svo eru til glæpamenn, annars vegar stórglæpamenn og hins vegar svona minni spámenn. Vandamáli sem við erum að horfa núna og ég var til dæmis að funda í síðustu viku með einum kollega mínum sem kom til Deloitte fyrir ári síðan, vann áður við að stýra þessum málum hjá Europol. Og hann var einmitt að benda okkur á, sem við verðum vissum, en var svona staðfestaði við okkur að skipulögð glæpastarfsemi er í mjög auknum mæli búin að færa sig yfir í netglæpi. Af því að þar er hægt að ná til fleiri fórnarlamba á skemmri tíma og það er erfiðara að ná til brotamannsins. Þannig að við erum að horfa á gríðarlega aukningu í skipulögðum glæpum á netinu, bæði gagnvart, sérstaklega gagnvart fyrirtækjum en auðvitað líka gagnvart einstaklingum að einhverju leyti. Svo þarf náttúrulega líka að hafa í huga sko að í sumum tilfellum er þetta bara einhverjir ungir krakkar sem eru bara að leika sér og prófa. Þannig að það eru til mismunandi, svo tölum nú ekki kannski það sem er stóra með núna sem eru það sem menn kalla svona þjóðirnar eru konum með sína svona eigin netöryggis eða netárásarsveitir. Þar sem það er að ráðast jafnvel á aðra innviði annarra landa eða allavega komna sér þá stöðu að þeir geti á ákveðnum tímapunkti ráðist og innviði annarra landa og jafnvel stoppað raforku eða eitthvað þvílíkt. Stríðsreksturinn er komin inn í tölvuna. Stríðsrekstur á hendur öðrum þjóðum. Hann er algjörlega komin þangað og það sem menn tala í þessum bransa mjög gjarnan er að við erum að horfa fram á að næsta stóra stríð verður mjög líklega háð á netinu. Og það eru minni stríð í gangi á netinu nú þegar en það er bara spurning og vonandi ná menn svona að vinna sig út úr þessu án þess að fara langt í þessu. En það eru engar leikreglur þarna í þessum stríðsrekstri á netinu eins og eru kannski í hefðbundnum stríðsrekstri. Það er engin Genfarsáttmáli þarna? Nei, það er vel málið. Þannig að það er ýmislegt í gangi svona bæði, hvað maður segja, upp á ísjakanum og svo undir niðri líka. Þannig að þú ert að segja mér að þriðja heimsstyrjöldin, ef hún brestur á, hún fer fram á netinu? Líklega mun netið allavega spila mjög stóra rullu þar. Hvað með síurnar? Sko flestir telja sig hafa uppi einhverja varnir. Eru varnirnar alltaf á eftir glæpamönnum? Ég vildi ekki sagt nei. Það væri voða gaman. En því miður það er náttúrulega þannig að ef þú ert að búa til dæmis vírusvörn, þá ert að búa til vírusvörn við þeim vírus sem er til. Þú getur ekki búið til vírusvörn gegn þeim sem er verið að framleiða, en þú veist ekki hvernig er. Þannig já, það er alltaf verið að eltast við þetta og
það bara staðan að þetta svona eltingarleikur og menn eru vissulega að reyna að hugsa fyrirbyggjandi og búa til stærri varnir sem kannski myndi ná yfir stærra svið af árásarvírusum en já, það ennþá að vera eldast og það mun bara vera þannig. Já. En hvað með fyrirtækin? Þú bentir mér á þegar við gengum inn í myndveri að við hjá hringbraut.is eru svolítið berskjöldu gagnvart þeim sem vilja komast inn á okkar síðu og leika sér þar eða skemma eitthvað. Það vantaði bara eitt S? Já, það vantaði í raun og veru eitt S er einmitt það svona sem við tölum bara á svona stórmálinu. Það liggur á bakvið að það vantaði í raun og veru dulkóðun. HTTP þetta hefðbundna. Segjum bara þessu svo, tökum þetta annað. Segjum þessu svo að þú fara á netverslun og þú ætlar að kaupa þér eitthvað og þú ætlar að fara að gefa upp upplýsingar kreditkortið þitt og þínar upplýsingar. Alltaf aðtók að það sé ekki örugglega HTTPS þarna uppi. Vegna þess að ef það ekki, þá eru ekki upplýsingarnar sem þú ert að fara að senda dulkóðar yfir netið. Þannig að það vantaði þarna hjá ykkur einmitt á innskráningarsíðuna fyrir ykkar vefumsjónarkerfi þennan litla fítu sem skiptir mjög miklu máli að dulkóða þarna lykilorðið og notendanafnið þegar við komum að skrá sig inn. En eru fyrirtækin berskjöldu gagnvart þessum tölvudólgum? Já, því miður. Það er svo gaman og stundum frústrerandi að ég hitti mjög marga stjórnendur fyrirtækja bæði hér heima og erlendis, ég bý að hluta til erlendis og það er mjög gjarnan hér á Íslandi að menn segja já við erum bara nokkur góðir í þessum málum. Svo kannski ferum aðeins að pikka í þetta og verðum kannski 5 mínútum á netinu og þá getum við svona sýnt þeim fram og það er ýmislegt sem við getum fundið svona á 5 mínútum. Hvað þá ef við verðum einbeittir að verja degi í þetta og svo framvegis. Þannig að mjög mörg fyrirtæki og stofnanir á Íslandi eru því miður í verri málum en þeir halda. En ekkert endilega aðtók hversu gott ástandið eða slæmt? Þau halda þessu í góðum málum? Þau halda þessu í góðum málum en við skulum samt alveg taka það fram að það eru vissulega til fyrirtæki á Íslandi og stofnanir sem eru að gera það vel og eru að láta taka sig út. En þegar við höfum lent í því til dæmis að taka út fyrirtæki, þá höfum við aldrei lent í því að finna ekki mjög alvarlega veikleika. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis og það er líka hjá þessum fyrirtæki sem hafa sagt að þeir séu bara líklega í mjög góðum málum. En hvað áttu við með alvarlega veikleika? Já, það er góð spurning. Það eru svona ákveðin viðmið sem að í staðinn fyrir að við séum að skilgreina alvarlega veikleika sjálfir og þar alveg kannski gera eitthvað stórt úr einhverju sem ekki stórt, þá eru stuðst við svona alþjóðlega mælikvarða. Og það er verið að tala alvarlegu veikleiki getur verið eitthvað sem einhver getur brotist inn og notað sér það brot til að halda áfram og valda þér skaða. Þannig að það er svona alvarlegur veikleiki. Það er notast við svokallan CFS skala sem ég ætla nú ekki að fara út í hér, en allavega, og ef það fer upp fyrir ákveðina einkunn í honum, þá er það alvarlegt. Svo til miðstig, svo til lágt. Þannig alltaf þegar við erum að gera svona skannanir, daginn gera við eina svona skönnun og fundum nokkur 1000 alvarlega veikleika hjá viðkomandi fyrirtæki. Sem aftur segir okkur ef að brotamaðurinn hefði gert þess svona svipaða skönnun og ákveðið svo að nýta sér þetta, þá væri það fyrirtæki í slæmum málum. En þetta snýst líka ekki bara tækni. Það er svolítið sem að margir halda og stjórnendur líka fyrirtækja sjálfur eru í vistamyndari upplagi, þá er ég búin að vinna 18 ári í upplýsingatæknibransanum. Stjórnendur hugsa oft tölvdeldi sér þetta. En netglæpir og netöryggismál snúast vissulega tækni er líka fólk og ferla sem eru alveg jafn mikilvæg og tæknin. Og það er menn líka ofta flaska. Þórhallur Henningsson, bestu þakki fyrir komuna að skýra þetta út fyrir ykkur. Ég þarf eiginlega að fá þig bara aftur til að halda áfram að fjalla með þessi mál vegna þess að þau standa okkur öllum svo nærri. Við erum ju öll meira og minna að flækjast í tölvunum okkar í leik og starfi en endilega hugsaðu ykkur tvisvar á því að opnið posta eins og Þórhallur gat en við skiptum mér yfir í aðra sálma. Já, það er akkurat það og við höldum áfram að fjalla þetta stóra mál sem er persónuverndarmál gagnvart því sem gerist í snjallsímanum, snjalltölvunum og öllu þessu. En þetta verður að vera búið hjá okkur? Já, fréttadagurinn er á enda komið. Þetta er búin að vera svona ágætis fréttadagur, Linda. Já, forsíða Morgunblaðsins er nú að telja hversu margir flytja til landsins. Já, ég las þessa frétt af athygli og íbúum fjölgaði 37.000
og 500 frá 2012. Þetta stórt stökk. Og við erum að verða bara dálítið stór þjóð. 360.000. Já, rífilega 6.500, fleiri erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins í fyrra en fluttu þá frá landinu. En það sem ég hjó eftir var að Ásgeir Jónsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, segir mikil launajöfn á Íslandi valda því að eftirsóknarvert sé fyrir ófaglæra útlendinga að komast í störf á Íslandi. Til dæmis í ferðaþjónustunni. Að samaskapi fæli mikill jöfnuður menntað fólk frá Íslandi. Það leiti í betur borgu störf erlendis. Þannig að það er að verða ákveðin atgerfisflótti af Íslandingum sem vilja í vel launuð störf til útlanda. Og við erum að fá útlendinga hingað til lands sem er að taka sér það störf sem við viljum ekki vinna. Til að vera Stillanssonum. En það var líka uppnám í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í dag. Þegar að Bergþór Ólason, miðflokksmaður, fór aftur inn í nefnd og tók við formennskunu á ný eftir að Jón Gunnarsson Sjálfstæðisflokki hafði leyst hann af og þarna voru tillögur minnihlutans að hann myndi víkja sem formaður og þá kom frávísunartillaga frá Jóni Gunnarsinni til dæmis, frá Jóni Gunnarsinni og hún var samþykkt þannig að það verður ekki skipt formann allavega ekki í dag en það er spurning hvað verður en honum var vægast illa tekið, hann segir að menn hafi verið mjög orðljótir í nefndinni svo mynd hefði á klausturtalið en ég hef ekki séð nein dæmi tekin það og hann trúi því nú alltaf. Samgönguáætlun hún var afgreidd úr nefndinni og með þeirri breytingartillögu meirihlutans að veggjöldin skyldu skoðuð. Þetta risastóra mál er sem sagt komið þá til annarrar umræðu. Þá fyrir að segja þetta bara gott að þessu sinni fréttadagurinn er að kveldi kominn, gangiði hratt og vel til náttar vegna þess að við erum að fara að sofa fyrr á kvöldin. Hafið þið það. Það er það. Góða nótt. Takk fyrir að horfa.